Gróðurhúsalofttegundir eru lofttegundir sem valda gróðurhúsaáhrifum. Ég ætla ekki að útskýra hér hvað gróðurhúsaáhrif eru, það er til sér myndband um það sem ég geti sláið bara inn í leit gróðurhúsaáhrif. En lofttegundirnar sem að valda gróðurhúsaáhrifum eru aðalega koltvíoxíð, CO2, metan, CH4, svokallað glaðloft sem er NO2 og svo ýmis flúorgös. Koltvíoxíð kemur frá bruna jarðefnaeldsneytis, við öndum því frá okkur þegar við brennum vatnið sem við borðum og allar lífverur. Koltvíoxíð er sú gróðurhúsalofttegund sem er að aukast mest og hraðast í andrúmsloftinu og er auka gróðurhúsaáhrifin mest. Metan kemur af ruslahaugum, metan er í prumpi, sérstaklega mikið metan í prumpi frá grasbítum eins og beljum. Það er gefa frá sér mjög mikið metan. En þetta metan það er að safna því saman eins og í fjóshaugum, frá kúm og á ruslahaugum og kveikið og búa til rafmagn eða nota það á bíla eða eitthvað þess háttar. Glaðloft er notað á spítölum til þess að láta fólki líða betur ef það er með verki eða annað eða í tengslum við aðgerðir, nota til dæmis stundum í tengslum við fæðingar. Og þessi flúorgös eru notið í alls konar efnum og iðnaði. Þannig að þessar lofttegundir valda gróðurhúsalofttegundum. Við gætum nefnt vatn líka eða vatnsgufu sem er náttúrulega bara í skýjunum því að skýin valda ákveðnum gróðurhúsalofttegundum. Gróðurhúsaáhrifum segi ég, og það er náttúrulega aukast vatn í andrúmsloftinu út af meiri hita og gufar meiri upp. Þannig að þetta er svona hringiða sem að keðjuverkun sem er erfitt að stoppa. Við þurfum að minnka losun á þessu sem mest. Það er eina leiðin til þess að minnka gróðurhúsaáhrifin og þá leið hlýnun jarðar sem er afleiðing af gróðurhúsaáhrifunum.